En eftir því sem ég hef verið að skoða og læra meira þessa hluti þá hef ég gert mig grein fyrir því að ósonmeðferðin ekki nema kannski 30–40%, þvagmeðferðin restin. Vegna þess að í þvaginu eru þessar upplýsingar, þessar bráðnauðsynlegu upplýsingar sem að ónæmiskerfið þarf til þess að koma sér aftur á sinn stað. Þess vegna þetta með lyfin og vestræn læknavísindi að þau bæla bara einkennin en þau upplýsa ekki ónæmiskerfið. Og þarlendi þá ég að segja að það lyf sem að hjálpar þér að komast frá þessum stað til þessa staðar berðu með þér sjálfum. Þú ert stöðugt að búa til, kostar þig ekki neitt og hvers vegna þá ekki að nota það. Og sú meðferð sem að var notuð í ósonmeðferðinni, hún var sem sagt í formi þess að það voru gefnar þvagsprautur á 6 daga fresti. Daglega var vírusinn laminn niður, allt það sem var í blóðinu á hverjum tíma, það var sem sagt eyðilagt og svo skilaði það sér út í þvaginu og þvagið, þegar það var síðan nýtt sem bóluefni í sprautuformi, þá upplýsti það ónæmiskerfið hvað það þyrfti að gera, hvað var vandamáli sem það hafði verið að gera, eiga við og sem sagt hvernig það myndi þá útbúa mótefni gegn þessum vírusum sem að voru búin að taka yfir líkamann. Þá fer maður í rauninni tilbaka þessa kurvu. Maður fer nánast við fyrstu þvagsprautu og fyrstu ósonmeðferð. Þá fer maður úr því að það séu engar hvítar blóðflögur og upp í að það allt orðið vaðandi í hvítum blóðkornum. Og þetta er bara kannski hálftíma, klukkutíma sem sagt ferli frá engu til allt á fullu. Síðan þarf að halda áfram og berja niður í rauninni vegna þess að vírusinn hann ekkert farin, það er bara ónæmiskerfið allt í komið með upplýsingar sem að skipta máli. Og síðan þarf að halda áfram og berja á sem sagt vírusunum og á sama tíma að upplýsa og það var þetta 6 daga ferli eða 6 daga fresti að þá voru þvagsprauturnar og stöðugt var síðan lamið á. Og við fórum í gegnum það sem sagt 10 ár veik. Við vorum í 30 daga það bil að keyra niður frá þessum stað til þessa staðar og líklegast eitthvað aðeins út á. Og síðan voru þvagsprauturnar í einhverjar 8 vikur í viðbót til að koma Björgu alveg út á auðan sjó. Og síðan náttúrulega bara að sjá til en hún fór í þessa meðferð fyrir 7,5 ári þannig að við verðum að fara að reikna með að hún sé ekki að detta aftur. Hún sé ekki sem sagt á þessari leið og við náttúrulega gerum breytingar samkvæmt því. Önnur leið til þess að fara þetta ferli tilbaka til dæmis með Rife Resonator tíðnitækinu. Það gerir svipað á ósoni, það ekki alveg markvisst á vírusa en það er miklu fjölhæfara í rauninni heldur en ósonið. Vegna þess að ósoni virkar bara á það sem í blóðinu á hverjum tíma. Rife Resonatorinn, hann virkar á vefina og líkamann allan, þar með talið blóðið. Og þegar maður síðan byrjar, maður í rauninni þarf að upplýsa ónæmiskerfið á sama hátt og í ósonmeðferðinni en maður notar aðra aðferð til að berja á vírusunum og maður lemur á þeim þar til að þeir láta undan og ónæmiskerfið veit hvað vandamáli. Og þetta sama kurvan, þetta alltaf sama kurvan og hana þarf að fara og þegar fólk að fara þessa kurvu þá heitir það á enskunni heitir það healing crisis, maður fer aftur á bak í gegnum sjúkdóm, maður fær sömu einkennin og maður var kannski búinn að losna við, en það nauðsynlegt að vita að það að fá þessi einkenni gott og maður á að nota það sem merki að það eitthvað að gerast sem að færa mann héðan og hingað og þá bara að fara í gegnum það. Í bæði ósonin og Rife Resonator meðferðinni þá gerist þetta og þegar maður veit að þá það allt í lagi. Þá veit maður líka að það tekur enda og ónæmiskerfið það nær að fá allar þær upplýsingar sem að nauðsynlegar eru og sem sagt koma líkamannum út á þann stað þar sem að hann vill vera og þar sem að uppbyggingin meiri heldur en niðurbrotið. Nú,
ég er búinn að nefna ósonið, ég er búinn að nefna ræftækið, ég verð að nefna annað sem að er engu síður mikilvægt og alveg bráðnauðsynlegt í báðum tilvikum og það er mikilvægi þess að breyta mataræðinu, breyta lífstílnum, fara út að labba loksins og sem sagt hugsa öðruvísi, sjá fyrir sér að maður sé heilbrigður og vinna í því sem sagt á þann hátt. Ef að maður gerir það ekki, þá er það svona svipað og að fara út í snjóstorm og byrja að moka heimkýrsluna og bíða ekki eftir að snjóstormurinn hætti, heldur fara bara út að moka. Það gerist ekki neitt, maður mokar og snjórinn hann fýkur strax aftur í það sem maður mokaði. Þannig að það að breyta ekki lífstílnum og halda að maður geti farið tilbaka, það er bara tómt mál að tala um. Þér getur liðið betur, en þú dettur alltaf niður á þennan stað. Og það er staður sem að þú semst ætlaðir ekkert að vera á og þar af leiðandi þá þarftu smá leiðbeiningar það hvernig, semst, hvað ertu að gera í þessu ferli og leiðbeiningarnar liggja fyrir, þær eru til staðar og bara að gera að reyna að koma þess inn í landið. Ræfresonatorinn hann er hérna, ósonið mega læknar í rauninni beita, þeir mega það, þeir vita það ekki af því að þeir eru svo uppteknir af því að það er svo mikið að veiku fólki. En samkvæmt Helsinki-sáttmálanum, C35 liður, að þá segir að læknir megi beita óhefðbundinni aðferð ef að hefðbundin hefur ekki verið að virka. Og þar af leiðandi þá bara endilega skoðið þetta vegna þess að þið fóruð í læknisfræði til þess að lækna fólk. Nú annað varðandi Hippokratesar eiðinn, að þá er hann sem sagt upphafið að honum ekki skaða. Og ég verð að spyrja hvað eru lyf að gera? Hvað gera lyfin við líkamanna? Ég og konan við áttuðum okkur á því sem sagt að þegar hún var orðin verulega veik, við áttum góða vinkonu sem var komin lengra í þessu og spengja hana alla og hún var komin í hjólastól og hafði alltaf von sem sagt það síðast sem ég heyrði hann að segja var það er að koma lyf sem sagt núna í haust og það er verið að hugsa að prófa það á mér. Nú hún lifði ekki að komast í þessi lyf. Hún dó áður og hún dó þannig að það var farið að blæða í rauninni út úr henni allri, út úr liðum og annar staðar og lifrin að lokum gaf sig. Nú þetta vakti okkur til umhugsunar og við áttuðum okkur á því að þetta er bara það sem að bíður bjargar ef við gerum ekki eitthvað annað. Nú, lækningin kom síðan upp í hendurnar okkur eins og við höfum lýst og bæði í útvarpsþáttum og útvarpssögu og heimasíðunni. Þannig að spurningin er þetta, sem sagt, að fá heilsu með lyfjum heldur okkur bara í þessu ástandi. Ég allavega, þegar maður er komin í krónískt ástand, þá voru allir þessir miklu sérfræðingar sem að meðhöndluðu Björgu. Þeir sögðu henni, það er engin lækning. Þú verður bara að þola við með lyfjónum og sætta þig við sjúkdóminn. Þannig að þeir voru að segja að það væri engin lækning og ég selði ekki dýrar en ég keypti það. En ég er að segja að það er lækning og það er bara að fara ferlið ef að menn vilja það. Það er náttúrulega stóra spurningin vegna þess að það er vissulega hagur í því að hafa fólk veikt. Og það er svona svipað að vera með einhverja verslun þar sem fólk neyðist til að koma aftur og kaupa. Auðvitað viltu bara halda stöðu ástandi þannig að fólk haldi áfram að koma og kaupa. En það þjónar ekki fólkinu, það þjónar ekki veika einstaklingum. Það þjónar einhverjum öðrum og mig langar í rauninni til þess að fólki líði vel. Ég hef horft á konuna mína veika, oft á tíðum mjög veika og ég er búinn að horfa á hana núna í 7,5 ár heilbrigða og sem sagt eða svo mikið sem að við vitum heilbrigða og